Sterk í mótlæti, hvað einkennir afreksíþróttafólk eftir Arnar Ragnarsson og ég ætla að byrja á blaðsíðu 46 sem umræðan. Umræður. Markmið rannsóknarinnar var að auka þá þekkingu sem var til staðar á afreksfólki í íþróttum. Niðurstöður rannsóknarinnar voru í samræmi við fyrri rannsóknir og bættu því ekki mikilli þekkingu við þann gagnagrunn. Niðurstöðurnar renna að stoðum undir fyrri þekkingu og aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á efninu. Og er það merki að ytri áreiðanleiki sem verður að teljast styrkur fyrir rannsóknina þótt áhugavert hefði verið að bæta einhverju við. Rannsóknarspurningin var hvað einkennir afreksíþróttafólk út frá íþróttasálfræðilegum og íþróttafélagsfræðilegum þáttum. Það sem einkenndi þá afreksíþróttamenn sem tóku þátt í rannsókninni var góður stuðningur félagsmótunaraðila sem nærði og mótaði mikilvægu hugarfarslegra og sálfræðilega þætti sem eru ákjósanlegt fyrir íþróttamenn sem búa yfir til að ná afreksárangri. Þetta kemur heim og saman við það sem kemur fram í rannsókn Keane og félaga og rannsókn Charles og Douglas að fjölskylda, vinir og þjálfarar geta á ýmsan hátt haft áhrif á sálfræðilega þætti sem geta haft áhrif á árangur íþróttamanna. 3 undirspurningar voru settar fram til að byggja undir rannsóknarspurninguna og flokka niðurstöður niður í ákveðin þemu. Ein af undirspurningunum var hvernig hefur fjölskyldan, þjálfarar og vinir áhrif á afreksárangur í íþróttum. Afreksíþróttafólkið átti allt fjölskyldur þar sem jákvætt viðhorf til íþrótta var til staðar. Þau voru hvött til íþróttaiðkunar frá fjölskyldu sinni og þeim sem veittur ákveðinn stuðningur sem fengu líka frelsi til að velja að stunda þá íþrótt sem þeim þótti skemmtilegust. Dugnaður og vinningsemi voru þau gildi sem oftast voru lögð til grundvallar í uppeldi þessara íþróttamanna. Þau virtust öll eiga vini sem stunduðu íþróttir eða eignuðust sína bestu vini í gegnum íþróttirnar þannig að íþróttaiðkunin væri bæði merkingabær og jákvæð innan fjölskyldunar og vinarhópsins. Þau höfðu öll haft þjálfara sem voru einstaklega færir í mannlegum samskiptum, náðu vel til þeirra, bjuggu yfir góðri fagþekkingu á því sem þau voru að kenna og létu sig þjálfunina varða. Þessi lýsing á þjálfurum sambærileg þeirri sem kemur fram í bókinni Beyond Winning þar sem framúrskarandi þjálfurum lýst. Í gegnum hagstætt umhverfi og færa félagsmótunaraðila líklegt að íþróttafólkið hafi þróað með sér þá félags- og sálfræðilega færni sem þarf til að ná afreksíþróttaárangri. Önnur undirspurningum hvaða sálfræðilega þættir og hvernig hugarfar hefur mest áhrif á afreksárangur í íþróttum. Þeir sálfræðilegu þættir sem einkenndu afreksmennina voru mikil þrautseigja, vinnusemi, oftast gott sjálfstraust og trú á eigin getu, mikill styrkur í mótlæti og einstaklega jákvætt hugarfar. Þá samræmist þessar niðurstöður þeim þáttum sem koma fyrir í tíðræddum árangurspíramída John Wooden og niðurstöðum annarra rannsókna. 3. undirspurningin var hvað skiptir mestu máli þegar kemur að því að ná afreksárangri í íþróttum. Það sem mestu máli skiptir að mati viðmælanda voru áðurnefndir hugarfarslegir og sálfræðilegir þættir ásamt því að íþróttamaðurinn þyrfti að hafa gaman því að leika íþróttina. Það hins vegar stutt og einfaldara svarið þar sem þessir ákveðnu þættir mótast í gegnum félagsmótunaraðila og verða fyrir miklum áhrifum frá umhverfinu. Þrátt fyrir að þetta umhverfi og þessi sálfræðilegu þættir hafa einkennt þá íþróttamenn sem hér voru rannsakaðir þá ekki þar með sagt að þetta sé eina rétta leiðin til afreksárangurs í íþróttum eða þessi sálfræðilegu þættir einkenni alla þá sem ná framúrskarandi árangri í sviði íþrótta. Eins og fram hefur komið mennirnir misjafnir eins og þeir margir og því alls ekki hægt að yfirfara þessu niðurstöðu yfir á alla en það ekki markmið eiginlegra rannsókna. Mismunandi leiðir eða aðferðir geta hentað hverjum og einum, þá skiptir máli að hver og einn þekki sjálfan sig, sína styrkleika og veikleika og læra að vinna með þá í átt að afreksárangri ásamt því að hafa brennandi áhuga á því sem haft fyrir stafni. Einnig mikilvægt að félagsmótunaraðilar geri sér grein fyrir þeim miklum áhrifum sem þeir geta haft með atferli sínu og hegðun á íþróttafólk sem keppir að því að ná afreksárangri í sinni sviði.
Spurningunni hvað einkennir afreksíþróttamenn verður líklegast aldrei svarað með tæmandi hætti. Áhugavert væri að rannsaka þennan heillandi hóp nánar og þó jafnvel með blandaðri rannsóknaraðferð þar sem bæði er beitt meginlegum og eiginlegum rannsóknaraðferðum.